Komið sæl og velkomin í sunnudagskastljós. Gestur kvöldsins var frá blautu barnsbeini lungin í viðskiptum og tók að sér að markaðssetja föður sinn í óþökk fjölskyldunar þegar hún var aðeins 5 ára. Hún var orðin 20 árum eldri þegar hún gerði starfsmannastjóri bæði hjá Mars og Pepsi Cola, en var svo lokkuð til Íslands til að stjórna hérlendum mannauði. Við skulum sjá Höllu Tómasdóttur, framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs Íslands, á nokkrum ljósmyndum og svo kynnumst við henni nánar. Velkomin Halla. Takk. Þetta sem ég var að vitna í þarna í upphafi að þú hefði markaðsett föður þinn í óþökk fjölskyldunni, ég held allir viljum fá skýringu á því. Hvað gerðir eiginlega? Já, allir ég hef ekki snemma haft mikinn áhuga á viðskiptum, þannig að þegar systur mínar voru í dúkkuleik þá var ég gjarnan í skrifstofuleik og fann einhverju sinni bunka af gömlum nafnspjöldum. Pabbi minn er pípulagningameistari og hafði einhvern veginn í upphafi síns ferils ákveðið að láta prenta svona spjöld, geri við klósett og vaska og eitthvað svona, en vann á þessum tíma hins vegar myrkran á milli frá morgni til miðnættis alla daga vikunnar við að leggja í hús og stærri fasteignir. En ég skipulaði einhvern tíðan átak meðal allra vina minna og lét bera út þessi spjöld í allan Vesturbæ Kópavogs þar sem ég bjó og hafði mjög gaman af og hélt mig hafa gert góðan greiða. En var mamma ekki glöð? Nei, hún sá gjarnan síman á þessum tíma og símtölin sem fylgdi kjölfarið voru víst ekki vinsæl, allavega hefur mér verið sagt það og ég man að þetta var eitthvað ekki eins vinsælt eins og ég taldi mig að hélt að yrði. En snemma beygist krókurinn. Mér langar samt að vita, var aldrei neitt annað sem það hafði verulegan áhuga á en svona viðskipti og markaðssetning? Jú, ég hafði áhuga á mörgu og ég tók þátt, kannski hafði ég eiginlega áhuga á öllu. Það kom kannski mjög snemma fram hvað ég hafði mikla framkvæmd orku. Þannig að ég var í handbolta og fótbolta og kór og ég hélt mig kannski lengst við kórinn og held mig reyndar ennþá við að þeir sem þekkja mig vel vita að mér finnst alltaf gaman að syngja. Þannig að ég meira þess að reynda að fara í fimleika. Ég held ég hafi eiginlega svona alltaf því verið rekin úr Gerplu, allavega datt ég yfirleitt meira afheldur en ég gerði einhverjar listir. Það er greinilega sorgarsaga sem við skulum ekki fara nálægt. En talandi um kór og söng, þá bað ég gamla kórstjórandinn úr Verslunarskóla Íslands sem að vitna þig. Skulum sjá hann. Ég man vel eftir henni allavega, eins og mörgum öðrum. Hún var rosalega skemmtileg og glæsileg ung stúlka. Og svona mikill völlur á henni og svona drífandi stelpa. Það getur vel verið að þeir sem umgengust hana meira hafi upplifað hana sem breddu en það var reyndar á þessum tíma voru stúlkur kannski ekkert jafn framkvæmda glaðar og strákarnir þegar koma til dæmis frambúðum í embætti í nemendafélög og svona og hún var svona eina af þessu stelpum sem að leta nú ekkert stoppa sig þó hún var ljósar og falleg að hún var mjög svona dugleg og aðtrykksam og skar sig kannski að því leitinu til úr þessum hópi. Þarna heyrðu við vitnisburð Jóns Ólafssonar, gamla kórstjórans þín, sem var nú lítið eldri en þú þegar hann var að stjórna kórnum, en eins og hann lýsir þér þá ímyndar maður sér að þú hefði bara verið með óbyrjandi trú á sjálfa þig frá blautu barnsbeini og ekkert verið með neina komplexa. Varstu þannig? Nei, alls ekki, langur vegu þar frá. Mér finnst bara gott að hann var ekki að segja frá sönghæfileikum mínu, því ég held að þeir hafa aldrei verið jafn miklir og áhugin á honum. En ég hef alltaf haft mikla framkvæmd orku og finnst gaman að taka þátt í hlutum og ég hef aldrei látið neitt stoppa mig í því ef ég hef skoðanir á okkur eða langar til að vera þáttakandi í því. En ég var örugglega full af komplexum eins og allir á þessum aldri held ég og mér er mjög minnistætt að mér var það mikið í muna að vera virka í félagslífinu og vera þekktari fyrir það heldur en til dæmis námsgetu mína sem eitthvað sem ég oft hugsaði í seinni tíð og svona eitt dæmi það að þá alltaf í Versló eða var allavega í þessa tíð þetta hefur örugglega breyst í dag vélritunarkeppni þá lærðum við á gömlu vélritunarvélarnar og Versló hafði mikinn sóma fyrir það að kenna fólki að vélrita mjög hratt og mér gekk mjög vel í þessu og skaraði langt fram úr öðrum í vélritun en það alltaf keppt vélritunarbikar og hann átti ég víst að eiga vísan á seinna árinu mínu þegar í Versló en ég lagði
lagði mig mjög fram að tapa í úrslitakeppninni. Sumir myndu kalla það afsökun en ég vildi vera cool áfram og þetta var ekki flott að skara fram úr vélritun. Þannig að ég var örugglega full af komplexum og eins og allir aðrir á þessum aldri. En þrátt fyrir að hafa ekki unnið bikar, þá fórstu nú í mikið nám í Bandaríkjunum og maður svona velti því fyrir sér, af hverju komst ekki bara beint heim til Íslands og fórst að vinna hér eftir námið var búið þarna út í Ameríku? Ég held að það hefur bara verið tækifæri í rauninni sem að mynduðust. Þetta var aldrei sérstaklega skipulagt hjá mér en mér fannst ofsalega gaman í Bandaríkjunum og finnst ennþá mjög gaman í Bandaríkjunum og það mynduðust góð tækifæri og kannski munurinn sem ég upplifði svo talandi sko komplexa og skólastarf, munurinn sem ég upplifði svo sterkt þegar ég kom til Bandaríkjanna fyrst sem skiptinemi var að í Bandaríkjunum ef að þér gekk vel og ég var nú örugglega ekkert eitthvað miklu betri en aðrir en mér gekk vel í skóla, að þá var illt undir það og þú varst hvattur fyrir áfram til dáða. Þú fórst í afburðabekk eða þú fyrst háar einkunn og þá fyrstu skólastyrk eða þú stóðst þig vel og kennarunum líkaði við og þá allt í einu var þér boðin góð vinna og svona gekk þetta. Þannig að mér líkaði þetta afskaplega vel. Ég er með mjög sterkt árangursdrif og þegar mér fannst ég vera að uppskera í takt við það og fá ákveðna viðurkenningu sem við leitum í öll eftir að þá svona hélt það mér dálítið á staðnum. Og þú fórst að vinna hjá Mars súkkulaðiframleiðandanum sem framleiðir bara öll helstu súkkulaðin, eða ekki? Jú, Mars og Snickers og allt þetta, en líka kattamat og alls konar mat. Þetta er mjög stórt fyrirtæki, ég held að þetta sé annars stærsta einkafyrirtæki í heimi og þeir buðu mér uppalega að vinna hjá sér í svona svokölluðu starfsnámi á milli árana í MBA-náminu og ég sló til og flutti hérna rétt fyrir utan New York og vann þar sumari mjög spennandi verkefni. Og það var það skemmtilegt og það var síðan til þess að þeir buðu mér full starf í framhaldinu. Sem starfsmannastjóri? Já, ég byrjaði rauninni í starfsmannamálum almennt, byrjaði í ráðningum. Fyrsta verkefni mitt var að taka viðtöl við 3000 eða vera einn af þeim sem tók viðtöl við 3000 manns til að ráða 300 sölumenn. Þá lærði ég þumalputtaregluna, þú ættir alltaf helst að reyna að tala við 10 manns til að ráða í eitt starf. Vönduð þetta ferli mjög mikið og ég lærði ofsalega mikið á því og ekki bara ráðningar en svo hélt ég áfram að fá tækifæri og var síðan starfsmannastjóri hjá þeim og fór síðan seinna var mér boðið að koma frá þeim til Pepsi. Gerður ekki einhver hrikaleg mistök þegar þú varst að byrja sem mannauðsstjóri? Unga konan, ég meina þú ert bara 25 eða 6. Já, ég minnir að ég hafi verið að verða 26 þegar ég byrjaði 25. Jú, ég gerði mörg mistök. Ég var stöðugt á teppinu hjá einhverjum, annarkvort fyrir klæðaburð eða hegðun, en og oft fyrir framhleypni og óvenjulega hegðun. Mér minnistæðast þegar ég var búin að vinna þetta fyrsta sumar og fekk ég mjög spennandi verkefni og þá átti ég að í rauninni kynna mér hvað væri svona framúrstefnulegast í mannauðsstjórnun hjá öðrum stórfyrirtækjum Bandaríkjanna. Ofsalega skemmtilegt verkefni, fekk að heimsækja mörg af stærstu fyrirtækjunum og kynna mér leiðir sem væri verið að nota til þess að vera aðlaðandi vinnustæður. Og svo fekk ég tækifæri til að kynna þetta fyrir forseta og varaforseti fyrirtækisins í lok sumarsins og ég var búin að undirbúa, ég vissi alltaf besta og lesa öll fræðin og hélt ofsalega fína kynningu fannst mér og svolítið augrandi eins og kannski mín von og vísa. Ég var að kynna mjög nýjar leiðir en þegar ég var búin þá var andlit allra steinir unnið. Hvers vegna? Hvað sagðirðu? Þá hafði ég stungið upp á ýmsum nýjungum eins og til dæmis því að fólk gæti unnið heiman frá sér, fólk gæti kannski tekið eitt erfitt stjórnunarstarf og skipt því í tvennt til þess að fyrirtækinu héldist betur á konum. Ég var að stinga upp á ýmsum nýjungum. Þetta er nú bara ennþá mjög augrandi, skilur mig. 1994 þá var það mjög augrandi í Bandaríkjunum en samt voru framúrstefnuleg fyrirtæki að gera þessa hluti og meðal annars til þess að halda betur í konur, meðal annars til þess að halda í ungt fólk sem var að fara að gera aðrar kröfur. En það sem ég vissi ekki þá rak ég mig á nokkuð sem að síðan hefur orðið eilíft áhugamál mitt og það er fyrirtækjamenning. Því að hjá Mars þá er stundvísi bónus og stundvísi gildi. Allir eiga að vera mættir í vinnuna klukkan 7:30 á morgnana og þetta er bara gömul regla sem að var til með eigendunum upp úr 1940 og þá var samkeppnisaðili þeirra Hersey að vinna í Pennsylvania hinum megin við fylkismörkin og þeir byrjuðu klukkan 8 og Mars bræðurnir ákváðu hjá Mars byrjuðu við klukkan 7:30. Og við ætlum að gera þetta svo sterkri reglu að allir fá 10% af laununum sínum tengt því að vera mætt 7:30 á morgnana. Og stundvísi bónusinn var það merkilegur hlutur í menningunni að það var auðvitað ekki að vinna heima hjá sig. Hvernig áttu þá stimplað inn og fá stundvísi bónus? Þannig að þínar hugmyndir kolféllu þarna, en það skiptir nú fljótlega yfir að fórst í Pepsi. Ég endist dálítið lengi við að reyna að berja hausnum við steinin en á endanum uppgötaði ég að sennilega væri best að fara í það fyrirtæki sem var þekkt þá fyrir að vera framúrstefnulegast í mannauðsstjórnun. Og var það Pepsi? Já. Og hvernig var lífið þegar þú varst að vinna þar? Varstu ægilega flott á því og með góð laun og stjórnaði mörgum
einstaklingum eða hvernig var þetta? Já, þetta var frábær verkefni, fyrst og fremst. Pepsi lítur á mannustjórnar sem breytingarstjórnendur og verkefni mitt var fyrst og fremst að reyna að hafa áhrif á kúltúrin, breyta kúltúrnum og ég tók þátt í mjög viðamiklu verkefni svoleiðis. En lífið var auðvitað mikil vinna, launin eru mjög fín og umbunin og hlunnindin ofsalega góð. En þetta ofsalega mikil vinna líka, mikil ferðalög. Ég ferðaði svona 75% af tímanum þegar ég var að vinna þar og sem var nú kannski að hluta til á endanum til þess að mér fannst komið gott. Býta aðeins, til að leyfa að heyra hérna smá lagbút, hlustaðu. Þú veist þetta vel. Já, þetta vekur ónættulega minningar. Já, ég vil leyfa þess að matla hans undir á meðan þú segir okkur svona hvaða merkingu þetta lag hefur fyrir þig. Vinkonur mínar reykja sér að því að hafa átt allan heiður af því að ég kom heim. Þær heimsóttu mig til Las Vegas sem ég bjó undir að síðasta og komu með diskinn með Bjögga Halldórs í farteskinu eða hvort að ég var með hann í bílnum. Ég man ekki hvernig það var, allavega fórum allar inn í það sem þær kölluðu gullvagninn minn sem var gullitaður jeppi sem ég átti og þær settu strax á lagið Vetrarsól og spurðu hvers virði allt heimsins brjál ef það enginn hér. Og ég ætla nú alveg að viðurkenna að ég var auðvitað farin að hugsa eins í þessum dúr áður því að lífið var nokkurn veginn bara vinna, ofsalega skemmtileg vinna. Hjá Pepsi segir við vinnum vel og við leikum okkur vel og ég átti frábæra tíma þarna. En ég man eftir einu kvöldi þar sem að hugsunin áður en þær komu, þar sem hugsunin laust fyrst ofan í huga mér að ég kannski væri að gera einhverja vitleysu og ætti kannski að fara að láta þetta gott heita. Og þá var ég staðsett á svona erótískum listdansstað með sennilega 20. skiptið það misserið með hópi viðskiptavina og þetta var bara hluti af því sem að tíðkaðist oft og var hluti af umhverfinu en mér fannst kannski vera orðið heldur þreytt og tilgangslítið. Og þetta svona í samblönd við mikil ferðalög og það að vera sífellt kannski aleinn að vakna á nýju hótelherbergi og varla vita hvar maður var eitthvað svona líf sem að ég hafði ekkert endilega séð fyrir að eiga. Og var þetta innantómt líf? Já, það má alveg segja það upp ákveðnu marki, allavega hvað persónulega lífið varðaði. Það var ofsalega mikið og skemmtilegt í vinnunni og ég fekk að fara á úrslitin í fótbolta og körfubolta og á bestu skíðastæði í Ameríku og vann með frábæru fólki og verkefnin voru skemmtileg. Mér finnst gaman að vinna. Hefur alltaf fundist mjög gaman að vinna. En mér fannst of lítið af lífi í þessari vinnu. Það ertu raun og veru að segja að meira segja svona að vinnufíkill eins og þú þarf að eiga eitthvað engalíf sem virkar. Ekki spurning og ég er alltaf að ströggla við þetta. Ég hugsa að ég sé að vinna alki og ég held að flestir þekki mig fyrir það. En ég er líka tarnamanneskja og mér er gaman að taka hluti með áhlaupum. En ég er eiginlega í seinni tíð að kunna betur og betur að meta það að taka líka með áhlaupum svolítinn tíma með sjálfri mér, með fjölskyldunum minni, með börnunum mínum, sem eru náttúrulega það besta sem ég á. Já, við skulum stökkva svolítið langt í tíma núna og koma hérna heim því að nú ertu framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands og þarft að glíma við ýmis verkefni þar. Hefur reyndar verið í Háskólanum í Reykjavík og hjá Íslenska útvarpsfélaginu áður. En þú hefur svona viðrað nokkur varnaðarorð íslensku útrásina og kannski efast að vöxtur íslensku fyrirtækjanna standi endilega inn sterkum fótum og við viljum auðvitað trúa. Við skulum fá viðbrögð aðeins frá einum af bankastjórum landsins við þessum orðum þínum. Ég held að nú eins og svo oft áður þá hafi Halla Tómasdóttir nokkuð til síns máls. Hér í þessari útrás á undanförnum árum sem að fyrst og fremst hefur átt sér stað í gegnum uppkaup á fyrirtækjum alþjóðlega og gegnum tiltölulega hagfellt efnahagsumhverfi, þá hefur þetta gengið vel og við höfum náð að nýta okkur styrkleika okkar sem eru svona áræðni, hugmyndaauðgi og ganga hratt fram, svona þetta sem að veiðimannasamfélagi kennir okkur versus það að rækta og horfa á hlutina vaksa, að grípa þá tækifæri þau gefast. Og síðan er þá spurningin sem að tíminn einn mun leiði í ljós, hvernig mun okkur ganga síðan að halda áfram einu sinni þegar við erum komin á þessa markaði að vaksa og aðlaga okkur starfsháttum hvers svæðis og þroska og þjálfa stjórnendur sem geta tekið þessi fyrirtæki áfram. Og það held ég mun ekki gerast með Íslendingum. Þannig að þeir Íslendingar sem stjórna þessi fyrirtækjum, þeir þurfa klárlega að ná að laða til sín hæfileika annar staðar frá og ná því að sækja fram. Á sumt komin ágætisreynsla, annað eigum við svo sem eftir að sjá hvernig fer. Halla, á hvað viltu leggja áherslu varðandi þetta mál? Já, ég held að fyrst ber nú að segja að þetta er ofsalega mikið fagnaðarefni hvað íslensk fyrirtæki hafa vaxið hratt og hvað við erum núna þátttakendur í fjölbreyttum geirum atvinnulífsins því að þá auðvitað minnkar áhættan á að illa fari ef eitthvað gengur illa.
Þannig að ég held að það sé ósvalega jákvætt og margt hefur verið ákaflega vel gert. En það er kannski tvennt sem að ég hef verið að benda aðalá. Í fyrsta lagi þá finnst mér ekki nógu mikil áhersla á að einmitt þróa og þjálfa leiðtogun eða leiðtoga sem að geta leitt jafn stórar einingar og jafn margar og fjölbreyttar einingar og hér eru. Og ég held að við séum komið kannski með svona svolítið nýja kynslóð, það er oft talað um stjórnendur og svo leiðtoga, en ég tala stundum um svo eitthvað svona ný kynslóð sem að kannski mætti kalla dílera, sem eru mjög góðir í svona þessari vertíðastemmingu, sem að ég held reyndar að í grunninn við séum og ég held að ég persónulega sé þar líka. Svona vertíðamanneskja. Já, við tökum á því og erum svona vertíðin, það er eitthvað verkefni sem það er að taka og við brettum við bermar og við leysum það. Úthald er eitthvað sem ég hef alltaf haft dálitlar áhyggjur af með fyrirtæki í Íslandi almennt, hvort sem það er innleiðing mannauðsstefnu eða að ganga í gegnum samruna þannig að vel sé og þá kultúrbreytingu sem þarf að fylgja því. Þannig að ég held okkur vanti fleiri leiðtoga og einfaldlega vegna mannfæðar þá held ég að það sé staðreynd og svo kannski vegna þess að ég held að við séum ekki að nýta alveg nógu vel kannski þann mannauð sem er eða þróa leiðtoga innan fyrirtækjana. En kannski það sem að mér finnst ennþá meira að vanta er að við gerum okkur grein fyrir þeirri flóknu umhverfi sem að viðskipti í mismunandi menningar heimum eru. Og þetta eru svo kallar alþjóðlegir hæfileikar eða global skills sem að ég held að við höfum bæði menntað fólk lítið í og höfum kannski lítinn skilning og jafnvel litla empatíu fyrir. Við erum dálítið svona brött og förum hratt inn og ég hef áhyggjur af því að ef við hugum ekki betur á þessum þætti að þá eigum við eftir að fá ákveðin samfélög kannski frekar upp á móti okkur en með okkur. Svona til að nefna dæmi, gæti verið að þetta hefði gerst í Danmörku, að Danir hafa ekki verið að taka mjög fagnandi við svona ýmsum nýjungum frá Íslandi? Nei, það er margslungið held ég það sem er að gerast í Danmörku, en ég held að ein af ástæðunum sé að það er erfitt fyrir þá að hér komi litla landi sem að þeir áttu og voru yfir og með allt aðra viðskiptahættir sem að klárlega virðast vera að virka nokkuð betur, því þeir voru kannski dálítið rólegir í tíðinni, en ég held að við höfum líka aðeins gert hlutina verri þar með því að sýna ekki alltaf nógu mikla virðingu og hugsanlega verið stundum og hrókafull. Ein af samferðakonum þínum til síðustu 7 ára, hún svaraði spurningu sem við lögðum fyrir hana. Við spurðum, hefur þú tekið eftir einhverju þroskaskrefi sem Halla Tómasdóttir hefur tekið undanfarið? Guðrún Pétursdóttir. Ég hef séð hana stíga frá því að vera súperkona í viðskiptum og í öllu starfi, manneskja sem gefur óvenju mikið af sér hvar sem hún kemur, yfir í að verða líka móðir og þurfa að aðlaga líf sitt þeim veruleika og það hefur hún gert frábærlega vel. Og ég held að þetta hafi náttúrulega verið meira háttar breyting í hennar lífi. Svo hún þekkir bæði það að gefa sig alla að vinnunni, því það gerði hún svo sannarlega þegar ég kynntist henni fyrst, yfir í það að geta samlagað mikla gjöf til vinnunar því að verða mjög góð móðir. Og það er náttúrulega ekkert lítið. Halla. Lýstu þess fyrir okkur, hver er aðalmunurinn á því að vera út af vinnumarkaðinn áður á börnin og síðan eftir maður verði móðir? Ég held að aðalmunurinn felist í því að maður á eitthvað skemmtilegra að koma heim til. Af því að mér hefur alltaf fundist vinnan svo ofsalega skemmtileg og núna er bara eitthvað sem er skemmtilegra sem er fjölskyldan mín. Og allavega jafn skemmtileg og oftast skemmtilegri. En mér finnst ofsalega gaman í vinnunni þannig að þetta er oft erfitt hjá mér og ég myndi nú ekki vinna nein mæðraverðlaun þessa dagana. En ég var að hugsa því að Guðrún var að segja þessi fallegu orð að ég hefði nú ekki getað þetta til dæmis ef ég ætti ekki dóttur hennar til dæmis sem hefur passað börnin mín ómælt, frábæra mömmu, einstakan maka, góðar vinkonur. Maður þarf sannarlega að hafa mjög gott stuðningskerfi í kringum sig til þess að vinna krefjandi starf og reyna að sinna fjölskyldunni og ég lít svolítið á það að við erum í teymi sem erum að sinna mínum börnum. Það er ekki bara ég, það eru ég og maki minn og amma og afi og vinkonur og góðir vinir. Já, en skiptir einhverju máli hvort maður er karl eða kona út á vinnumarkaðnum? Ég meina, margir segja að markaðurinn sé bara hreinlega kynblindur og spái ekkert í hvers kyn sé. Ég held að það sé ákveðin barnaskapur að segja þessi þannig. Ég held það lengi vel og trúði því alveg þegar ég var að stíga minn fyrstu skref. Að mennta sig vel þá eru allir bara einstaklingar og fá sömu tækifæri. Og ég held að upp á ákveðnu marki sé það þannig. En veruleikinn, og ég veit þetta frá rannsóknum mínum líka í doktorsnáminu, veruleikinn hjá karlforstjóra versus kvenforstjóra eða framkvæmdastjóra, hann er töluvert ólíkur. Í tilfellum karlforstjórana þá til dæmis oftast eiga þeir heimavinnandi maka, meðan kvenforstjóri eða framkvæmdastjóri á það sjaldnar. Og ef að kvenforstjóri á þann maka sem er heimavinnandi eða
eða lætur sína vinnu sitja aðeins meira á hakanum, að þá oftast fær bæði sú kona og sá maður bátt fyrir. Þannig að, og ég held að það sé tilfellið eins og við vinnum í þetta þegar við vinnum svona mikið, að þá náttúrulega ekkert mikill tími til að sinna hlutum í lífinu, hvort sem það börnin eða bara aðrir hlutir sem þarf að gera, kaupa afmælisgjafir eða taka á móti iðnaðarmönnum eða hvað annað. Þannig að margir forstjórar, karlforstjórar hafa sagt við mig þetta 2 manna starf. Þannig að konan mín hjálpa mér mikið bæði í starfinu til þess að vera með mér í hinu og þessu sem ég þarf að gera, en líka heima fyrir. Það ekki margar konur sem ég þekki sem í krefjandi störfum sem að búa við þann raunveruleika, þannig að þær að úthýsa, þær að nýta sér stöðnisnetið og eru oft með kannski meira ábyrgð á þessu og þetta hefur auðvitað áhrif. En þú hefur ekki samt verið talsmaður þess að það séu sett fleiri lög sem einhvern veginn hjálpa til við að jafna stöðu kynjanna út á vinnumarkaðnum. Hvers vegna ertu á móti þeim? Fyrst og fremst vegna þess að ég held að oft komi bakslag þegar að lög eru sett og almennt trúi ég á það að viðskiptaumhverfið eigi að gera það sem rétt vegna þess að það sé rétt fyrir það. Og það einfaldlega best fyrir viðskiptaumhverfið að hafa fjölbreytta hópa við stjórnum. Þeir taka betri ákvarðanir, þeir skila betri árangri. Fjölbreyttir hópar eiga þar alveg að vera í stjórnum og stjórnendastöðum fyrirtækja og þá að setja konur inn í stjórnir og konur í stjórnendastöðu vegna þess að það gott fyrir fyrirtækið. Það góð saga frá Nike sem á sínum tíma var komin í ákveðna stöðnun með sinn vöxt og það kom kona þar í stjórn sem þorði þrátt fyrir að vera einn þar að segja ég held að við eigum að byrja með sérstaka línu fyrir konur og síðan þá hefur þetta verið mesti vaxtarbrjótur fyrirtækisins og ég efast að þessi hugmynd hefði fæðist eins auðveldlega ef að þessi sjónarmið hefði ekki verið þarna. Þannig að ég held að þetta sé bara viðskiptahagsmunir að við eigum að gera þetta og ég á móti því að við pínum fyrirtæki til að gera eitthvað sem við verða kannski á móti og fara jafnvel í kringum. Og það veit ég að stundum svona afleiðingin af svona löggjöf. Þú meinar að þó að þessi lög þá kannski menningin í fyrirtækjunum þannig að hún bara smegir sér einhvern veginn í gegnum hlutina og hefur það áfram eins og fyrirtæki vill hafa það. Já, það held ég sé rétt. Menningin nefnilega svo merkilegt fyrirbrigði. Ég segi oft hún sé eins og ísjaki. Það eitthvað sem að stendur upp úr sem við sjáum en meiri hlutin undir yfirborðinu ósýnilegur flestum en þú finnur fyrir því þegar þú rekur þig á þetta. Og í tengingu við þetta þá bara gott að nefna til dæmis feðraorlofið sem á yfirborðinu flestir myndu segja að sé ofsalega gott mál. Þar eru lögum breytt til að reyna að jafna stöðuna. En þegar þú virkilega ferð að kafa niður í hlutina þá alveg staðreynd í mörgum geirum og í mörgum fyrirtækjum að þá ef þú ætlar að vera alvöru maður þá ferðu ekki í langt feðraorlof og ýmislegt gert til þess að láta þig finna það í þessum viðteknu viðhorfum sem undir yfirborðinu. Þú hefur svona miklu reynslu í mannauðsstjórnun og fylgist vel með vantanlega þrátt fyrir að hafa fengið bátt fyrir hjá Mars þarna á sínum tíma og veist svona hvað nýjasta nýtt í mannauðsstjórnun. Einhverjar byltingar yfirvofandi, heldurðu? Já, það sem ég held að ég hef verið sem kennari að tala oft þetta við fyrirtæki það eru mikla breytingar á hvað fólk vill í dag. Fólk að breytast, unga fólkið og það vill allt. Og það ekki tilbúið til þess að kannski einhver tíma einhver hluti tilbúin til að helga sig alveg vinnunni en þá vill að fá tíma á móti til þess að helga sig lífinu. Ég held að bæði konur og menn í dag og ég heyri þetta í miklum auknum mæli frá karlmönnum líka vilja eiga hamingjuríkt fjölskyldulíf, vilja sinna heilsunni og líkama sínum og vilja eiga krefjandi starf og ekki tilbúin til að fórna neina þessu. Vilja líka sinna öldruðum, foreldrum, vinum og áhugamálum og ferðalögum. En ef fyrirtækin að fara að taka þetta með í reikningu, verður þetta ekki bara einhvers konar félagsmálastofnun? Nei, ég held alls ekki vegna þess að það sem að fyrirtæki snúast í dag að ná í besta fólkið. Samkeppnin fólk í dag, ekki það sem að kannski áður var bestu vélarnar eða eitthvað annað. Þetta snýst mikið að vera með besta fólkið og þú nærð ekki besta fólkið til lengri tíma litið nema þú búir því þannig umhverfi að fólkið vilji vera þar og sjáu sér betur komið þar en annars þar. Og ég get nefnt eitt fyrirtæki sem dæmi í Bandaríkjunum sem ákvað bara að gera þetta stefnu sinni, hugbúnaðar fyrirtæki sem heitir SAS og orðið nokkuð frægt og þar var bara ákvaðið þeirra að setja sem reglu, hér vinnum við ekki meira en 7 tíma á dag og hér bjóðum við upp á alla mögulega þjónustu til að auðvelda þér lífið, vegna við erum í skapandi vinnu þar sem við viljum ekki að fólk brenni út. Og hvernig gengur þetta? Þetta gengur afskaplega vel og þetta fyrirtæki hefur skilað meiri hagnaði ár eftir ár frá upphafi og þetta bara eitt dæmi en ég trúi því að fyrirtæki sem eru í skapandi umhverfi eins og við búum í dag þurfi að hugsa það að starfsmenniðina brenni sig ekki bara í báða enda og ég hef tölverðar áhyggjur af því talandi útrásina að við séum með fáaðila sem eru alveg á kafi í þessum flóknuverkefnum og eigi kannski ekkert líf og svo bara allt komið sá dagur að þeir segi við getum ekki meir. En fyrir því persónulega, þú sem ert svona mikla reynslu langar þig ekki bara til að vera þín eigin forstjóri og vera með þetta eigin fyrirtæki og skapa þín eigin fyrirtækjamenningu? Klárlega það eitt af mínu markmiðum og ég get ekki bara kennt, heldur verði ég líka hrinda í framkvæmd og ég á með marga
drauma og þori og mun þora þegar ég stofna mitt fyrirtæki að reka það með öðrum áherslum heldur en kannski oft gert. Og það þýðir ekki að maður þurfa að fórna árangri. Þvert á móti held ég árangurinn geti orðið miklu, miklu meiri. Og hvenær ætlar að stofna fyrirtækið? Ekki innan, það verður vonandi ekkert allt of langt í það, en ég í svo ofsalega skemmtilegum verkefni núna sem hafa svo mikil áhrif á samfélagið okkar og ég hef svo mikinn áhuga á því. Við erum að vinna í menntun og við erum að vinna í viðskiptaumhverfinu og þetta allt skiptir máli fyrir Ísland. Og ég trúi ofsalega á Ísland. Þannig að ég vil allavega ljá krafta mína í það í eitthvað tíma en næsta verkefni sem ég teka mér, hvort það eru eigi fyrirtæki, annað fyrirtæki, þar mun ég líka þurfa að finna eitthvað tilgang að við sem að gera heiminn aðeins betri og heldur hann að var í gær. Þessi skorpuvinna þá í þessu viðtali búin. Ég þakka þér kærlega fyrir að koma til okkar, Halla. Takk sömuleiðis.